Samruni fyrirtækja og sameining banka, þjóðarsátt og lækkandi verðbólga eru meðal þess sem settu svip á efnahagslíf þjóðarinnar á nýliðnu ári. 4 bankar voru sameinaðir í einn í byrjun árs og var nýji bankinn, Íslandsbanki, opnaður 3. janúar. Röskum mánuði síðar var svo gengið frá kaupum Landsbanka og meirihluta sambandsins í samvinnubankanum. Deilt hafði verið þessi kaup í bankaráði Landsbankans og þótti sumum kaupverðið of hátt og gagnrýndu meðal annars 60 milljóna króna vaxtaleiðréttingu sem kom til viðbótar liðlega 600 milljóna króna kaupverði. Aðrir töldu hins vegar sölu samvinnubankans sína að of lágt verð hefði verið greitt fyrir útvegsbankann. Einmuna blíða var víða land í upphafi árs og í Bolungarvík tóku áköfustu golfspilararnir fram kylfurnar. Fáeinum dögum síðar, aðfaranótt 9. janúar, gekk hins vegar fárviðri yfir sunnanvert landið og hlutust miklar skemmdir af við suðurströndina. Björgunarsveitir og sjómenn voru við öllu búnir, vélar báta voru keyrðar á móti sjónum í Sandgerðishöfn, en eftir því sem háflóð nálgaðist óx sjórinn í höfninni svo munaði. Og nú klukkan 4 og háflóð hér í Sandgerði og eins og við sjáum með sjórinn að heita má jafn hár bryggjugólfinu og flæðir hér yfir allt saman. En sjógangurinn var ekki það eina sem sandgerðingar þurftu að heyja baráttu við þessa nótt í janúarmánuði. Núna í miðjum veðurofsanum kom upp eldur í nýlegu fiskverkunarhúsi hér í Sandgerði sem skíðlogar hérna á bakvið okkur og eins og nú háttar til auðvitað erfitt fyrir slökkviliðsmennina að fást við eldin enda fá þeir lítið aðgert. Þarna brunnu 2 fiskverkunarstöðvar til kaldra kola, þrátt fyrir að slökkviliðin í Sandgerði bærist aðstoð slökkviliðina í Keflavík og á Keflavíkurflugvelli. En þrátt fyrir mikið tjón af völdum veðurofsans á Suðurnesjum var að tjónið þó sínu mest á Eyrarbakka og Stokkseyri. Fjöldi fólks vann alla nóttina við björgunarstörf en það var ekki fyrr en í birtingu sem menn gerðu sig grein fyrir því sem raunverulega hafði gerst. Sjóvarnargarðar við Stokkseyri og Eyrarbakka höfðu rofnað með þeim afleiðingum að þykkir húsveggir létu undan krafti sjávarins og vegklæðning sópaðist burt. Nú eins og sjá má þá lítið eftir af veginum sem liggur austan frá Stokkseyri og út í Gaulverjabæ. Hann hefur hreinlega skolast burt. Þetta tjón sem að hvorki sveitarfélagið ræður við né heimilin hér. Svoleiðis að það hlýtur að liggja fyrir að við fáum það bætt. En mikið tjón var einnig á Eyrarbakka og þá mest hjá Bakkafiski, stærsta vinnustaðnum, þar sem það bil helmingur vinnsluhússins hrundi og þaki sviftist af. Talið að fjárhagslegt tjón í veðurofsanum hafi numið 200 milljónum króna á stöðunum 4, Eyrarbakka, Stokkseyri, Grindavík og Sandgerði. Miðjan febrúar var byrjað að greiða bætur úr viðlagatryggingu vegna tjónsins. Mér heyrist nú á þeim sem eru búin að fá sín mála afgreidd og þeir séu sæmilega sáttir. Vetur konungur myndir hressilega á tilveru sína í byrjun ársins. Hann herjaði einna mest á Vestfirðinga og Norrlendinga sem bjuggu við vetraríki með tilherrandi fannbergi fram á vor. Þetta olli ýmiss konar óþægindum, til dæmis stór auknum kostnaði við snjómostur. Og þegar hann loksins hránaði, þá tóku við flóð og skriðuföll til dæmis í gamla innbænum á Akureyri. Þetta litla vinalega timburhús sem hér fyrir aftan mig hefur staðið hér óáreitt undir brekkubrúnin á Akureyri í nær því heila öld. En saga þessa hús fékk skjótan endi. 20. apríl féll aurskriða úr brekkunni fyrir ofan húsið með slíkum krafti að húsið gersamlega eyðilagðist. Já, húsið alveg ónýtt. En hvað með allt inni búið? Það allt ónýtt líka, eins og það leikur sig. Skömmu síðar varð milljóna tjón í parhúsum við Greinilund þegar leysingavatn flæddi inn í kjallara þeirra. Það má segja að á hálftíma þá hafi fyrst hérna 10 íbúðir og tjónið sennilega upp á kringu 30 milljónir eftir sem okkur sýnist. Hornafjarðarós var mikið í fréttum á árinu vegna erfiðra aðstæðna sem þar sköpuðust sökum ágangs sjávar og sandburðar. Innsiglingin var stöðugt að breytast og var það hægt að teljast til tíðinda þótt skip tækju þar niðri enda losnuðu þau yfirleitt fljótt aftur. Í febrúar hvolfdi lóðsbátnum í ósnum og var það meðal annars fyrir snarræði skipverja á Keflvíkingi að tókst að bjarga hafsögumanninum sem var borð. Það hér miðbik Austurfjörutangans sem líklegt að Björn Lóðs hafi brotnað í spað í briminu fyrir utan og víða í fjörunni má sjá brak úr bátnum. Ekki tókst betur til með annan bát sem fenginn var í staðinn fyrir lóðsinn því honum hvolfdi í ósnum skömmu síðar en mannbjörg varð. Nú hefur verið samið smíði á nýjum lóðsbát fyrir Hornfirðinga. Ágangur sjávar rauf skarð í Suðurfjörutangan og tíma var innsiglingin það ótrygg að menn árættu ekki að sigla stórum skipum til hafnar. Þurfti þó að grípa til þess ráðs að senda fisk til útflutnings með bílum til annarra hafna og einu sinni alla leiðina til Reykjavíkur. Ljóst að dýrt verður að gera þær endurbætur sem duga til að lagfæra innsiglinguna til hafnar í Hornafirði.
En á meðan þess beðið hefur verið gripið til þess ráðs að styrkja Suðurfjörutangan með plastsekkjum fylltum sandi og virðist það hafa gefist nokkuð vel. Mánaðamótin febrúar-mars var þing Norðurlandaráðs háð í Reykjavík. Þegar umræður umhverfismál og orkusparna stóðu sem hæst, fór rafmagn vesturhluta Reykjavíkur og skall þá niðamyrkur í þingsalnum í Háskólabíói. Fulltrúar urðu í fyrstu svolítið klumsa en héldu þó þingstörfum áfram kveikt hafði verið á kertum á forsetaborðinu. Hún var ófögur aðkoman eftir að snjóflóð féll í Norðfirði á bæinn Þrastalund skammt innan við Neskaupstað. Flóðið reif með sér vélageymslu, skemmdi útihús og eyðilagði íbúðarhúsið og flest sem í því var, meðal annars allstórt bókasafn. Það var talin mikil mildi að engin maður skyldi verið í húsinu þegar flóðið féll. Snjóflóðið skemmdi rafmagnsstaura og raflínur og lamaðist atvinnulíf í Neskaupstað tíma vegna rafmagnsleysis. Það vekur óneitanlega spurningar hjá aðkomumanni hvort það setji ekki uggað íbúum staðarins þegar snjóflóð falla á stöðum þar sem aldrei hafði verið gert ráð fyrir þeim áður. Það kannski þetta segir manni það að menn eru kannski hvergi huldir fyrir svona hættum. Hafís lét á sér kræla eins og stundum fyrr. Mánaðamótin mars-apríl lokaðist höfnin í Bolungarvík vegna hafís sem þá var landfastur allt frá Aðalvík að Kögri. Til þess að ís kæmist ekki inn á höfnina gripu Bolvíkingar til þess ráðs að strengja vír fyrir hafnarminni. Tíma óttuðust menn langvinna einangrum vegna ísins og vildu því vera við öllu búnir. Við letum athuga með olíubirgðir. Hér neysla og sala á olíulítra sem að 375.000 til 450.000 lítrar á mánuði og það eru til 450.000 lítrar nú. Með matvæli allt í lagi og líka fóður. Úrrættist þó fljótlega þegar brá til austanáttar, svo að fyrstu daga aprílmánaðar gátu skipabátar Bolvíkinga haldið til veiða á ný. Nokkrar deilur risu milli lögreglumanna og bæjaryfirvalda í Bolungavík og Péturs K.R. Hafstein, sýslumanns Norður Ísafjarðarsýslu, sem fyrri hluta árs gegndi einnig starfi bæjarfógeta í Bolungavík. Ástæðan var svo ákvörðun Péturs að sameina lögregluembættin á Ísafirði og í Bolungavík sem aftur var til þess að lögreglumenn í Bolungavík neituðu skeið að mæta til vinnu á Ísafirði. En það gustaði víðar lögreglumenn á landsbyggðinni og þá í bókstaflegri merkingu. Því í Stykkishólmi greip vinnueftirliti til þess ráðs að innsigla lögreglustöðun á staðnum enda hélt hún tæpast vatni eða vindum. Þrengsli mikil og aðstaða öll hin ömurlegasta. Þetta hefur verið blettur á sögu staðarins sennilega að lögregla skuli þurfa að búa við þessar aðstæður. Að morgni mánudagsins 30. apríl ríkti neyðarástand í Ólafsfirði því óboðinn gestur hafði búið þar sig í grunnskóla staðarins. Hann var vopnaður haglabyssu og skaut á lögregluna út með þennan glugga sem við sjáum hér á bakvið mig. Mikill viðbúnaður var í Ólafsfirði vegna þessa atburðar. Svæðinu umhverfis skólan var lokað og íbúar nærliggjandi húsa voru beðnir að halda sig inni við. Sérsveit Reykjavíkur lögreglunar var kölluð til og þegar hún hafði umkringt skólan gafst ungi maðurinn upp. 15. mars síðastliðinn var sprengjuglaður maður á ferð í Ólafsfjarðarmúla. Og allir tilbúnir, halda fyrir reyrun. Þar með var Steingrímur Sigfússon samgönguráðherra búinn að opna jarðgöng Ólafsfjarðarmúla. Hann var svo enn á ferð í Ólafsfirði sunnudaginn 16. desember til að opna göngin fyrir umferð. Þau eru það bil 3,4 kilometrar að lengd með forskálum og kosta 1 milljarð króna. Þau eru mikil samgöngubót fyrir Ólafsfirðinga sem þurfi ekki lengur að klifra snarbrattan og hættulegan veg Ólafsfjarðarmúla. Samskipti launafólks og atvinnurekenda hófust með átökum í upphafi ársins. Verkfall bílstjóra hjá Langferðabílstjórafélaginu Sleipni fór ekki beint rólega af stað hér á landlega planinu í morgun. Hér eru nokkur átök, við skulum fylgjast með hvað gerðist. Átökin hófust í Lækjargötu en bárust þaðan Arnarneshæð til Hafnarfjarðar og var aksturinn oft glæfralegur. Í firðinum kom til handalögmála og hryndinga. Sigurdór, talaðu mig. Sigurdór. Talaðu mig. Sigurdór, talaðu mig. Komdu, þú stáðu mig þá bara, þú vilt lána ekki. Hvað rólu? Er það sjálfsins vegna? Á sama tíma og bílstjórar börðust fyrir hærri launum var stíft fundað á vegum aðila vinnumarkaðarins. Niðurstaða undirbúningsviðrana sem staðið höfðu frá desemberbyrjun
var kjarasamningur til loka næsta árs þjóðarsáttin sem svo nefnd. Þakka þér kærlega fyrir samstarfið. Það hefur gengið vel þó við höfum ekki alltaf og oft verið mjög lengi allavega að verða sammála. Þakka þér Ásmundur. Ég tek undir þessu orð og ég vil nú segja það að mér hefur tekið á tíma hjá mér að átta mig á svona hvernig þetta gerist en þegar upp staðið þá segjum við bara að það árangurinn sem skiptir máli og ég held að við stöndum þétt saman í þessu málinu. Við verðum að standa mjög þétt saman ef þetta á fram að ganga. Á hádegi skrifuðu svo fulltrúar BSRB og ríkisins undir sambærilegan samning eftir átök og umræður nóttina. En það eru þarna handfastar tryggingar í þessum samningi, auk þess sem að það er búið svo hnútana með ýmsum hætti að markmið samningarna standist, grundvöllur þeirra. Ég hef trú á því að við séum að gera tilraun, eins konar þjóðfélagslega tilraun sem við ekki hefðum efni á að reyna ekki. En það voru aðri samningar í gildi þegar þjóðarsáttin var gerð. Álversstarfsmenn boðuðu verkfall og vildu fá meira en þjóðarsáttin gerði ráð fyrir. Byrja var á því að hægja á framleiðslunni og aldrei hefur álverið í Straumsvík verið eins nærri því að hætta starfsemi sinni. Niðurstaðan var sú að samningar tókust að halda sig innan ramma þjóðarsáttar. Langtímasamningur BHMR sem gerður var eftir 6 vikna verkfall í maí 1989 átti eftir að setja svip sinn á kjarabaráttu ársins. VFSI hafði varað við þessum samningi og ríkisstjórn fullvissaði aðila vinnumarkaðarins að hann hefði engin áhrif á þjóðarsáttina. 12. júní frestaði ríkisstjórnin launakerfisbreytingu BHMR sem átti að koma til framkvæmda 1. júlí. Það mat ríkisstjórnarinnar að ef þessar breytingar komi til framkvæmdar nú þegar, þá muni það valda þeirri röskun að það muni komi í veg fyrir þann árangur sem við erum að sjá í efnahagslífinu í dag. Allir þessi ráðherrar sem þarna voru mættir tóku þátt í að gera þennan samning og eru þar að leiðandi pólitískt ábyrgir fyrir honum. Við treystum þessum mönnum og voru þess vegna ekki með neinn viðbúnað en nú það ljóst að við verum að setja okkar lið í gang. Hörð mótmæli BHMR voru áberandi næstu vikurnar en þeir vísuðu ákvörðun ríkisstjórnar til félagsdóms sem kvað upp úrskurð sinn 23. júlí. Ef aðrir fá þessa hækkun strax að þá er önnur grein í BHMR samningnum sem segir að þá eigi BHMR að fá þá hækkun. Þannig að fyrst fengi BHMR 4,5%, síðan fengi aðri 4,5%, þá fengi BHMR aftur 4,5% og þannig koll að kolli og við værum komin í 70–80% verðbólgu strax í haust. Viðbrögð þjóðarsáttarmanna voru á einn veg, ASÍ krafðist sömu launahækkana strax og BSRB-menn töldu hækkanirnar óréttlátar. Við höfum talið allan tíman að þessi samningur hefði þetta afar vittlausa innihald. Þannig að það þarf ekki að koma neinum óvart og menn þurfa ekki að vera skattirast út í félagsdóm fyrir það. Félagsdómur er ekki vandamáli. Það er samningurinn sem að félagsdómur var að túlka, það er hann sem er vandamál og það er óleyst vandamál sem að ríkisstjórnin hlýtur að verða að svara hvernig hún ætlar að bregðast við. Og viðbrögð ríkisstjórnar voru þau fyrst að segja samningunum upp 2 dögum síðar. Næstu daga gengu tilboð og gagntilboð á milli fjármálaráðherra og BHMR. Bráðabirgðalög lágu í loftinu og útspil ríkisstjórnar var skoðað í því ljósi. Þann 3. ágúst gaf forsetinn út bráðabirgðalög launamál að beiðni forsætisráðherra. Er það ekki áfall fyrir ríkisstjórnin að þurfa að setja lög á sinn eigin samning? Það er alltaf erfitt að setja bráðabirgðalög og það er mjög mikla yfirvegun og að því leyti er það alltaf visst áfall en það verður miklu meira áfall ef efnahagsmarkmið og þar með gildandi kjarasamningar hefðu runnið út í sandinn. Við vildum ekki takmarka samningsrétt þeirra sem eru með lausa samninga og það er ekki gert í þessum bráðabirgðalögum. Ég líti á þetta sem umferðarslys, pólitískt slys að til þess að skuli hafa þurft að koma. Það er ekki hægt að láta þessa menn komast upp með það að fótum tróða grundvallar reglur sem að réttaríkið byggist á. BHMR félagar hafa haldið áfram andófi gegn bráðabirgðalögunum og ætla að láta reyna á lögmæti þeirra fyrir bæjarþingi Reykjavíkur. Þá hafa samtökin kært ríkisstjórnina til alþjóða vinnumálastofnunarinnar. Í
Eins og vera ber voru þáttakendur léttir í spori á Íslandsmótinu í samkvæmisdönsum sem haldið var á vordögum í 5. sinn. Þáttakan hefur farið sívaxandi og í þetta sinn voru pörin nærri 500. Og hér sjáum við sigurvegarana í flokki barna yngri en 7 ára, Andra Stefánsson og Ástu Láru Jónsdóttur svífa gólfið í enskum vals. 15. apríl kviknaði eldur ofan á ammoníaksgeimi við áburðarverksmiðjunni Gufunesi þegar verið var að dæla ammoníaki frá skipi í tankinn. Margir slökkviliðsbílar voru sendir á staðinn því að menn óttuðu stórslys. Það alltaf hættu ástand þegar ammóníak annars vegar. Þannig að við komum í kvæll á öllum okkar tækjum sem við höfum tiltæk. Þetta dró dilk á eftir sér því að miklum óhug sló á íbúa í grennd við áburðarverksmiðjuna. Mér finnst nú að það sé engin spurning að þessi verksmiðja hún þarf að fara. Já, mér bara dauðbrá. Ég heyrði þetta. Almannavarnanefnd Reykjavíkur kom saman til fundar daginn eftir óhappið. Formaður hennar borgarstjórinn í Reykjavík. En ég tel að það sé engin varúðarástofun sem raunverulega dugi, endanlega dugi, nema að leggja þennan rekstur af. Jafnframt því sem hafist var handað úrbætur á hálfu verksmiðjunnar og lokið var smíði nýs geymis, hóf rannsóknar lögregla ríkisins rannsókn á málinu. Niðurstaða hennar var sú að aldrei hefði verið stórfelld hætta á ferðum. Að morgni 25. apríl fannst afgreiðslumaður á bensínstöð við Stóragerði í Reykjavík myrtur á vinnustað sínum. Ódæðismennirnir komust undan í bíl þess látna með nokkur 100.000 króna ránsfeng. Þeir náðust skömmu síðar. Sakadómur Reykjavíkur dæmdi þá í 18 og 20 ára fangelsi sem eru þyngstu dómar sem kveðnir hafi verið upp hér á landi í seinni tíð ef undan eru skildir undirréttardómar í Geirfinnsmálinu. Engar hvalveiðar voru á þessu ári við Ísland í fyrsta sinn í áratugi. Vísindanefnd Alþjóða hvalveiðiráðsins segir hrefnustofninn við Ísland veiðanlegan stofn og athuganir Hafrannsóknastofnunar benda til þess að veiðar á 200 hrefnum á ári hefðu engin áhrif á afkomu stofnsins. Ársfundur Alþjóða hvalveiðiráðsins í Norvík í Hollandi neitaði að leyfa atkvæðagreiðslu veiðar á hrefnum við Ísland og þar með var málinu frestað til næsta ársfundar hér á landi í sumar. Allir sem hafa komið nálægt þessum fundi hafa nú séð það að þetta ekkert að verða annað en hvalfriðunar ráð. Harðvítug átök urðu á vorþingi stofnun ráðuneytis umhverfismála og verkefni þess og kvótafrumvarpi svokallaða. Bæði málin voru keyrð í gegn á síðustu dögum þingsins. Og rétt fyrir þinglok í maí fækkaði stjórnmálaflokkum á Alþingi þegar að frjálslyndir hægri menn gengu til liðs við Sjálfstæðisflokkin. Ég stefna á það að vera áfram í pólitík. Hvar mér ber niður, það þori ég ekki að segja á þessari stundu. Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands var 15. apríl. Daginn áður stóð ríkisstjórnin fyrir mikill afmælisveislu þar sem fjöldi fólks heiðraði forsetann. Hvarvetna hefur hún verið þjóðinni til sæmdar og eiga þar vel við ljóðlínur Stefáns G. Þó þú langförull legðir, sérhvert land undir fót, bera hugur og hjarta samt hins heimalans mót. Og forsetinn fór víða á árinu. Í september fór hún til dæmis í opinbera heimsókn til Luxemborgar og skoðaði þá meðal annars klaustrið í Clairvaux, þar sem Halldór Laxness bjó skeið. Nokkru síðar lá leið hennar til Tammerfors í Finnlandi. Háskólinn þar sæmdi hennar nafnbót heiðursdoktors. Á miðju ári tók forseti Íslands á móti Elísabetu II Bretadrottningu og Filipusi hertog á Edinborg í fyrstu Íslands heimsókn drottningar. Við ráðherrabústaðinn í Tjarnargötu tóku börn í Tjarnaborg á móti þjóðhöfðingjónum en eitthvað fannst þeim þó vanta á drottningu. Bretadrottning fór víða í stuttri heimsókn sinni, skoðaði meðal annars söfn og íslenska hesta og tók sér skóflu í hönd og gróðsetti tré í Vinarskógi í Kárastaðalandi í Þingvallasveit. Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra átti fund með Yasser Arafat leiðtoga PLO í sumar. Steingrímur gerði lykkja á leið sína frá Egyptalandi þar sem hann hafði átt fund með Mubarak og hitti PLO leiðtogann í Túnis. Ísraels stjórnvöld berast mótmæli við fundinum en forsætisráðherra sagði að í honum fælist viðurkenning á PLO og fordæming á mannréttindabrotum á herteknu svæðunum. Sveitastjórnarkosningar voru á árinu og settu tilraunir til sameiginlegra framboða nokkurn svip á aðdraganda þeirra. Reyndar varð ljóst strax í ársbyrjun að sameiginlegt framboð minnihlutans í Reykjavík yrði að engu, þar sem kvennalistinn var ekki til viðræðu málið, þó gott samstarf væri milli þessara flokka. Auðvitað vinnur prútt fólk vel saman að góðum málefnum þótt að vilji ekki fara í sömu sæng.
Úrvarða alþýðuflokkur gekk til liðs við birtingamenn úr Alþýðubandalagi og fleiri, þar á meðal Ásgeir Hannes Eiríksson, þingmann borgaraflokksins, framboðundi nafninu Nýr vettvangur. Efnt var til prófkjörs lista nýju samtakana og náðu konur efstu sætunum, það Ólína Þorvarðardóttir og Kristína Ólafsdóttir sem verið hafði borgarfulltrúi Alþýðubandalagsins, en Bjarni P. Magnússon, borgarfulltrúi Alþýðuflokks, hafnaði í 3. sæti og ásakaði hann forystu Alþýðuflokksins að hafa unnið gegn sér. Hvað varðar formann og varaformann flokksins, að þá þýðir ekkert fyrir þau að láta sem vinstruhöndin viti ekki hvað svo hægri gjörir. Í Reykjavík urðu voni minnihlutaflokkanum að standa upp í hárin á sjálfstæðismönnum að engu strax og fyrstu tölu birtust að kvöldi kosningadagsins 27. maí. Þá leit út fyrir að sjálfstæðismenn fengju 11 borgarfulltrúa en þeir höfðu verið 9. Okkar kjósendur virðast vera fljótir á kjörstað, þannig ég myndi meta þessa tölur þannig að líklegast væri að við værum með 10. Davíð reyndi sannspár í kosningavöku sjónvarpsins því sjálfstæðismenn fengu 10 borgarfulltrúa. Þeir unnu einn af Alþýðubandalagi sem hafði verið með 3 en satt nú eftir með 1 borgarfulltrúa þar sem Nýr vettvangur náði hinnum í orðsins fyllstu merkingu. Hér bersýnilega að ræða kjarna sem undir að byggja Alþýðubandalagið á áfram til nýrra sóknar eftir þessar kosningar því að það voru margir á ólíklegustu stöðum sem gerði sér vonur það að útkoman yrði mikið lakari hjá okkur. Nýr vettvangur fekk 2 fulltrúa kjörna en hafði ætlað sér 3. Að ná 2 borgarfulltrúum á 5 vikum, það mjög góður árangur þó við höfum ekki náð þeim stór sigri sem við ætluðum okkur með því að ná 3. Úrslitin í höfuðborginni voru margt einkennandi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í heild. Sjálfstæðismenn sóttu á mest allt land nema helst á Norður- og Austurlandi þar sem framsóknarmenn juku nokkuð fylgi sitt. Í Kópavogi mistu Alþýðuflokkur og Alþýðubandalag meirihluta sinn en stórsigur krata einkenndi úrslitin í Hafnarfirði. 2. júní mynduðu sjálfstæðismenn og Alþýðubandalagsmenn meirihluta í bæjarstjórn Akureyrar. Það þóttu sögulegar sættir og framsóknarmenn töldu það í mótsögn við úrslit kosningana þar sem þeir hafi verið ótvíræðir sigurvegarar. Sigurður J. Sigurðsson var kosinn formaður bæjarráðs en Sigríður Stefánsdóttir forseti bæjarstjórnar. Eftir kosningaorrahríð og eina vökunótt langa, Sigríður ákvað í sængina blíð með Sigurði J. að ganga. Eurovision, sönglegakeppni evrópska sjónvarpsstöðva, var haldin í Júgóslavíu. Það keppti stjórnin fyrir hönd sjónvarpsins og íslensku þjóðarinnar. Hrakleg útkoma fyrri ára gerði menn feimna í spádómi fyrir keppnina en þegar líða tók á hana var næstum liðið yfir þjóðina og fögnurinn tók við að kvíðanum þegar ljóst var við henni á 4. sætinu. Helviti gott. Bara þau voru svo lífleg og ánægð og lífsglöð. Bara æðisleg. Þau voru meira áttar. Það meinaði svona. Svona. Það ætlaði minna bara 10. Það var nú alveg. Það var markmið. En kannski 4. var nú kannski ekki alveg. Flugleiðir héldu áfram endurnýjun flugvélaflotans á árinu. Í apríl kom fyrsta Boeing 757 vélin sem félagið keypti en áður höfðu flugleiðir fengið 2 nýjar Boeing 737-400 vélar. Alls hefur félaginu tekið í notkun 5 nýjar flugvélar og er flugvélafloti flugleiða orðinn sá yngsti í farþegaflutningum í Evrópu. En á sama tíma barðist hitt íslenska millilandaflugfélagið Arnarflug fyrir lífi sínu. Snemma árs vonuðust menn til að hægt yrði að rétta við reksturinn en það gekk erfiðlega. Í mars hafði félagið enga flugvél og aðalfundi í júlí sagði Kristinn Sigtryggsson forstjóri Arnarflugs. Félagið í þessari stöðu er fársjúkt. Það er haldið illkynja krabbamenni. Síðari hluta ársins var félagið úrskurðað gjaldþrota og í framhaldi af því var flugleiðum úthlutað flugleyfi á áætlunarstaði Arnarflugs. Í byrjun maí var formlega gengið frá kaupum stöðva 2 á sjónvarpsfyrirtækinu Sýn sem hafði boðað útsendingar á nýrri rás í október. Jafnframt runnu saman í eitt fyrirtæki íslenska sjónvarps- og útvarpsfélagið, það er stöð 2, Bylgjan, Stjarnan og svo auðvitað Sýn.
reka átti 2 sjónvarpsrásir og 2 útvarpsrásir. Ég hef starfað í þessum málum frá því að lögin frjálst útvarp voru samþykkt á Alþingi og ég hef átt mér draum og sá draumur hefur ræst. Það átti mikið eftir að ganga á í samskiptum hluthafanna í fyrirtækjunum áður en sameiningi var loksins í höfn og þá hafði ýmislegt breyst. Ekkert verður áformum sýnarrás 1. október og fréttastofa stöðvar 2 sé nú rekstur fréttastofu Bylgjunnar. Samkeppni í matvöruverslun á höfuðborgarsvæðinu var hörð á árinu. Grundakjörsveldið eða verslunarkæði Jens Ólafssonar kaupmanns sem byggð hafði verið upp á undraskömmum tíma slitnaði í maí. Þá voru verslanirnar orðnar 6. Hverri verslun af annari var lokað og Grundakjör úrskurðað gjaldþrota. Heildsalar sögðust hafa tapað miklu fé og krafist var opinberra rannsóknar á fjárreiðum fyrirtækisins. Stjórn Sambands íslenskra samvinnufélaga ákvað að leggja til við aðalfund að stofnuð yrðu 6 sjálfstæð hlutafélög í stað sambandsins og að það yrði gert að eignarhaldsfélagi. Og þetta nú gert að vel athuguðu máli til þess einmitt að svara betur kröfum tímans. Nei, þetta engin uppgjöf. Breytingarnar voru samþykktar á aðalfundi sambandsins og miðjan desember var fyrsta skrefið stigið með stofnun fyrsta af 6 fyrirtækjum en það Goði HF sem kemur í stað búvörudeildar sambandsins og hlutafélög aðrar deildir fylgdu í kjölfarið. Erfiðleikar voru í skipasmíðaiðnaði á árinu. 100 manns var sagt störfum hjá skipasmíðastöð Þorgeirs og Ellerts og Akranesi vegna verkefnaskorts. Fyrirtæki fékk greiðslustöðvun og kröfðust verkalýðsfélög að það yrði tekið til gjaldþrotaskipta vegna vangoldinna iðgjalda í lífeyrissjóði. Þá var Stálvík í Garðabæ tekin til gjaldþrotaskipta að kröfu lögmanns ASÍ vegna vangoldinna launa tæplega 60 fyrrverandi starfsmanna fyrirtækisins. Síðar kom í ljós að kröfur í búið námu 540 milljónum króna. Viðræður EFTA og Evrópubandalagsins sameiginlegt efnahagsvæði hófust á árinu. Að ræða viðameiri og flóknari samninga en íslensk stjórnvöld hafa áður tekið þátt í. Markmiðið að semja aðgang EFTA að innri markaði EB sem stefnt að í lok 1992. EFTA-ríkin telja sig komast hjá yfirþjóðlegu valdi sem fylgir aðildabandalaginu með því að tengjast efnahagsvæðinu og EB vonast til að slíkt svæði komi í veg fyrir aðildarumsóknir EFTA-ríkjanna alveg á næstunni. Grundvallar ágreiningur hefur verið ákvarðanatöku en EB hefur alfarið hafnað aðild EFTA-ríkjanna að ákvörðunum sem gætu haft áhrif innan bandalagsins. Lausn ekki sjónmáli og því stefnir í að Svíar, Norðmenn og jafnvel Finnar og Svisslendingar sækju aðild að bandalaginu. Af hálfu EFTA hefur fiskveiði hagsmunum Íslendinga gagnvart EB verið fylgt á eftir með kröfu fríverslu með sjávarafurðir. Bandalagið hefur hafnað henni. Máli var rætt við Frakklandsforseta í opinberri heimsókn hans til landsins í sumar og hann sýndi sjónarmiðum Íslendinga skilning. Fiskveiðistefna bandalagsins hefur verið talin útiloka aðild Íslendinga að því vegna þess að hún feli í sér sjálfkrafa og óhindraðan aðgang fiskveiðiflota þess af íslenskum fiskimiðum. Dr. Gunnar Helgi Kristinsson lektor hefur hins vegar haldið því fram að þessu sé þveröfugt farið. Íslendingum yrði auðveldara að tryggja fiskimið sín og aðganga mörkuðum EB með aðild en utan bandalagsins. Þessi túlkun hefur verið staðfest af sjávarútvegsráðherra Þýskalands. Framtíðartengsl Íslands við Evrópubandalagið gætu orðið kosningamál. Formaður Sjálfstæðisflokks hefur lýst yfir nauðsyn þess að hefja umræðu hugsanlega aðildarumsókn. Ragnhildur Helgadóttir flokkssystir hans lýsti fyrst þingmanna yfir á Alþingi að Íslendingar ættu að sækja aðild að Evrópubandalaginu. Forsætisráðherra segir aftur á móti það vera hið versta sem fyrir Íslendinga geti komið. Eigi að síður ríkisstjórn undir hans forsæti að semja auka aðild að Evrópubandalaginu ásamt samstarfsþjóðunum í EFTA. Viðræðum EFTA og Evrópubandalagsins myndun sameiginlegs efnahagssvæðis lauk ekki á árinu. Óvíst hver niðurstaðan verður og ef til vill gerðu EFTA-ríkin sér ómiklar vonir í upphafi eða eins og fréttamaður sænska sjónvarpsins í Brussel orðaði það í byrjun ársins. Lite tillspetsat kan man säga att EFTA-länderna vill ha mer rättigheter och mindre skyldigheter än vad EGs medlemsstater själva har. Detta kallas ibland för att EFTA vill försöka åka första klass på barnbiljett. Listahátíð í Reykjavík var sett með viðhöfn í Borgarleikhúsinu 1. júní. Davíð Oddsson borgarstjóri setti hátíðina og sagði það meðal annars. Listahátíð í Reykjavík leit stórt á sig strax í upphafi. Það í þeim skilningi að jafnan var sóst eftir því besta sem fáanlegt var hverju sinni. Mikla athygli vöktu sýningar pólska leikhópsins Krikó 2 undir stjórn stofnanda og stjórnanda hans Tadeuszar Kantors.
og dansarar San Francisco Ballettsins sýndu listir sínar á hátíðinni undir stjórn Helga Tómassonar. Nýlistamenn nefndu til sýningar í Hallargarðinum en lögreglunni fannst sumt á sýningu nýlistamanna brjóta í bága við velsæmi og hann tók eitt listaverkið. Síðar á árinu úrskurðuðu dómstólar að listaverkið og aðstæðendur sýningarinnar hefði ekki brotið lögin og var vitnað til þess að iðulega strippluðustu leikarar á fjölum leikhúsanna án þess að við því væri amast. Það þótti hinn mesti hvalreiki þegar forstöðumönnum listahátíðar tókst hann á samningu við Bob Dylan tónleika í Reykjavík sem voru eins konar viðauki við sjálfa listahátíðina síðara hluta júní. Dylan bannaði allar myndatökur við komuna hingað til lands og hleypti fáum í námunda við sig. 40 ára afmælis Þjóðleikhússins var minnst á árinu, meðal annars með því að starfsmenn slógu táknræna skjaldborg húsið. Leikstarfsemi lá hins vegar niður í húsinu frá því snemma árs vegna umfangsmikilla breytinga og viðgerða. Skoðanir þessa endurbyggingu voru mjög skiptar jafnt innan Þjóðleikhússins sem utan. Síðar á árinu kom í ljós að skemmdir á húsinu voru mun meir en upphálega var rætt og þótti sýnt að kostnaður við lagfæringarnar færu verulega fram úr áætlun. Eitt af síðustu verkunum sem leikin voru í aðalsalnum fyrir breytingu var endurbyggingin eftir Václav Havel, forseta Tékkóslóvakíu. Havel kom hingað til lands til að sjá sýninguna ásamt fríðu föruneyti og lét vel af. Uppkomst bankarann á Seyðisfirði á árinu. 5,5 milljón króna hvarf úr peningageymslu Landsbankans þar, en aðeins 2 menn höfðu lyklað í geymslunni og í ljós koma annar þeirra hafði dregið sér fé og sett verðlausan pappír í staðinn. Eitt mesta smyglmál síðar ára upplýstist einnig á árinu þegar bæjarfulltrúi í Vestmannaeyjum var stöðvaður með tæplega 900 lítra áfengi í bíl, auk annars varnings. Við leit fannst enn meira, en smyglið hafði komið einu af skipum Eimskipafélagsins og játuðu 8 skipverjar aðild að málinu og bæjarfulltrúin sagði af sér. Í júlí sýknaði sakadómur Reykjavíkur 14 og 17 mönnum sem ákærði voru í hafskipsmálinu. Fyrrverandi forstjóri og framkvæmdastjóri fyrirtækisins voru hins vegar dæmdir í skilorðsbundið fangelsi og endurskoðandi í fjársekt. Þetta voru mun vægari dómar en ákæruvaldi hafði krafist og Ragnar Kjartansson, fyrrverandi forstjóri Hafskips, hafði þetta að segja þegar hann var spurður viðbrögð við dómnum. Það geta nú reyndar ekki verið önnur en að vekja athygli á fallega veðrinu úti. Sérstakur saksóknari í málinu, Jónatan Þórmundsson, sagði af sér í kjölfar dómsins og við málinu og skjalaflóðinu sem því fylgdi tók Páll Arnór Pálsson. Miðjan desember áfrýjaði hann til Hæstaréttar þætti 4 starfsmanna Hafskips, það málum forstjóra, framkvæmdastjóra, stjórnarformanns og endurskoðanda fyrirtækisins. Málum 13 annara, þar á meðal bankastjóra og bankaráðsmanna Útvegsbanka, lauk því með sýknudómi sakadóms Reykjavíkur. Framkvæmdum við orkuverum í Blöndu og Nesjavelli var haldið áfram áruna fullum krafti. Forseti Íslands lagði í sumar Hornsteina Blönduvirkjun að viðstöddu fjölmenni. Hér hefur verið leitað leiða til að bæta móður jörð þar sem frá henni er þegið og skila aftur meiru en tekið er. Og á haustmánuðum var Nesjavallavirkjun tekin formlega í notkun. Starfsmenn hitaveitunar glímdu í byrjun við örðuleika sem stöfuð af útfellingum í vatninu frá Nesjavöllum. Þetta var til þess að þrýstingur félli niður á nokkrum svæðum og kvarta var undan kulda í húsum. Byggð var sérstök dælustöð til að mæta þessum, en ekki að fullu séð fyrir endan á málinu. Þetta Snældur Blesi, einn þekktasti stóðhestur landsins. Hann var fyrir því óláni fyrir tæpum 6 árum síðan að fótbrotna. Þá reiknuðu flestir með að dagar hestsins væru taldir en Magni Kjartansson í Árgerði, eigandi hestsins, var ekki á sama máli. Með frábæri natni og góðri hjálp græðara tókst Magna að koma Snældur Blesa til heilsu aftur. En það hefur háð að Blesa að fótförin sem brotnaði styttri en hinn. Atli Ingvarsson, stóðtækjasmiður, bætti úr þessi sumar með því að setja gervihófu undir Blesa, þann fyrsta sem settur undir hest hérlendis, svo vitað sé. Mikill samdráttur varði í loðdýrarækt. Á nokkrum mánuðum fækkaði loðdýrabændum úr 250 í liðlega 140 og skuldir í þessari grein sem átt að verða aukabúgrein eru miklar. Ég ætla að láta ekki nærið að heildar skuldir loðdýrabænda séu það bil 2,5 milljarður. Verðhækkun á minkaskinnum í haust glæddi nokkuð vonir manna batnandi afkomi í framtíðinni. Dýraverndunarfólk sem telur loðdýrarækt ómannúðlega mótmælti pelsasýningu sem haldin var á Hótel Sögu í vetrarbyrjun. Við viljum að það verði bannað með lögum að hafa loðdýrarækt á Íslandi. Afkoma í sjávarútvegi var mun betri á þessu ári en verið hefur á undanförnum árum
þrátt fyrir minni kvóta, einkum vegna betri rekstrarskilyrða hér á landi og mikilla hækkana á mörkuðum erlendis. Erfiðleikar hafa þó verið í rækjunni, þar sem verðið hefur hrapað á sama tíma og stofninn hefur styrst, bæði á grunnslóð og í úthafinu. Þá brugðust haustloðnuveiðarnar annað árið í röð og var veiðum hætt snemma í desember. Samkvæmt athugunum fiskifræðinga loðnustofninn í mikilli lægð og útlitið vægast sagt dökkt loðnuveiðar og vinnslu á nýju ári. Loks brást saltsíldarsala til Sovétríkjanna á vertíðinni vegna gjaldeyrisskorts og breytinga eystra sem eykur enn misvægi í viðskiptum við Sovétmenn. Samningur var gerður olíukaup í vetur en þar sem Sovétmenn voru ekki samkeppnisfærir verð gaf viðskiptaráðherra kaup á því frjáls miðjan desember. Ljóst varð á árinu að það stemdi í gjaldþrot byggingasjóðs ríkisins og húsnæðiskerfisins frá 1986 nema gripið yrði til frekari fjárveitinga til sjóðsins eða vextir á húsnæðislánum hækkaðir. Ágreiningur var í ríkisstjórninni hvernig leysa ætti málið sem á milli formans og varaformans Alþýðuflokksins sem náði hámarki á flokksþingi kratanna í byrjun október. En því auðvitað takmörk sett hvað hægt að láta valta yfir sig í málamiðlunum og grundvallaratriðum sem ganga þvert á stefnu flokksins. Ég hef ekki kokvít fyrir hvað sem í því efni. Og að koma síðan hér og flytja sakaskrá yfir þessum flokki og skamma þennan flokk og samherja sína og samstarfsmenn fyrir vanefndir og svik við stefnuskrá og hugsjón en berja sér á brjóst og segja ég ein, það ekki samboðið vinnubrögðum í þessum flokki. Ljóst að mikill ágreiningur á milli þessara tveggja forystumanna flokksins og verður að leita langt aftur til að finna hliðstæðan ágreining sem upp hefur komið á flokksþingi. Engar fjárveitingar eru til byggingasjóðs ríkisins á fjárlögum næsta árs en við afgreiðslu þeirra í lok desember náðust sættir það að setja sérstaka ráðherranefnd í málið. Hún á að skila frumvarpi hvernig staði verða uppgjöri á húsnæðiskerfinu frá 1986 og lausn fjárhagsvanda byggingasjóðs ríkisins fyrir janúarlok 1991. Það má með sanni segja að jójó-æði hafi gripið sig meðal ungu kynslóðarinnar á árinu. Hámarki náði æðið með eins konar Íslandsmóti sem haldið var í Reykjavík í október en þá var samankomin mikill fjöldi barna og unglinga og allir jójóuðu sem mest og best þeir máttu. Það sannaðist á árinu að betra að fara sér hægt við hreingerningar. Í Ruslagám í Vatnsmýrinni fundust í haust 3 kassar af afritum skjala, mörgum merktum sem trúnaðarmál. Skjölin voru úr safni Hanski Andersens fyrrum sendiherra og tengjast sum þeirra landhelgismálinu á ýmsum tímum. Skjölin höfðu endað í Ruslagámnum í kjölfar tiltektar á heimili hans. En sorp kom aftur við sögu í haust þegar íkveikjualda gekk yfir Reykjavík. Eina helgina var kveikt í ruslatunnum víða borgina og var mildi að ekki hlaust stórtjón af. Flestar íkveikjur voru í miðborginni og allir þetta íbúum þar af vonum miklum áhyggjum. Voru menn tíma hvattir til að bleita vel í rusli í tunnum við húsin til að draga úr líkum á íkveikju. Talsverður styrr hefur staðið breytt fyrirkomulag sorpurðunar á höfuðborgarsvæðinu en haugunum í Gufunesi verður lokað í apríl næstkomandi. Íbúar Mosfellsbæjar voru óhressir með þá ákvörðun að urða sorp í landi Álfsnes á Kjalarnesi og gengu á fund félagsmálaráðherra og afhentu undirskriftalista til að mótmæla þessum fyrirætlunum. Þá afhentu íbúar Grafarvogs borgarstjóra mótmæli vegna byggingar sorpböggunarstöðvar í landi Gufunes. Framkvæmdir á þessum 2 stöðum hins vegar vel á veg komnar og á þessari stundu fátt sem bendir til þess að mótmæli íbúa breyti nokkru þar Mikið tjón var þegar kirkjan á Fáskrúðsfirði fauk í illviðri. Það var á 8. tímanum í gærkvöldi sem að kirkjan hér á Kolfreyjustað í Fáskrúðsfirði beinlínis fauk af grunninum. Og prófasturinn á Kolfreyjustað stóð við eldhúsgluggann og horfði á hvernig vindurinn skók guðshúsið. Ég var að hugsa að ég vonaði nú að kirkjan fari ekki en leið lagðist nú bara út af. Á árinu hefur verið unnið af krafti að viðgerð á Bessastaðastofu sem var orðin mjög illa farin. Ljóst var að málið þoldi ekki öllu lengri bið enda voru burðarbitar orðnir mjög fúnir og steinlím í hleðslu morkið. Efri hæð húsins var því endurbyggð og miklar viðgerðir unnar á þeirri neðri. Síðsumars var bárujársklæðning sem huldi húsið á meðan á viðgerð stóð rifin burt og reiknaði með að viðgerð á Bessastaðastofu verði lokið í upphafi nýs árs.
Þar verður framvegis móttökuhús forsetaembættisins en miðað við að síðar verði byggt sérstakt íbúðarhús fyrir forseta Íslands á Bessastöðum. Geir Hallgrímsson, seðlabankastjóri og fyrrum forsætisráðherra lést í september. Útför hans var gerð frá Dómkirkjunni í Reykjavík að viðstöddu fjölmenni. Samningar byggingu nýs 200.000 tonna álvers á Íslandi hafa verið í gangi allt árið. Mikilvægur áfangi náðist í vor þegar Íslendingar og forráðamenn Atlantshálsfyrirtækjanna, Alumax, Gränges og Hugovens skrifuðu undir viljayfirlýsingu áformin. 4. október undirrituðu sömu aðilar samkomulagsdrög alla meginþætti málsins, meðal annars staðsetningu sem margir á Norður- og Austurlandi voru óánægðir með. Niðurstaðan í þessu staðarvalsmáli sú að Keilisnes varð fyrir valinu. Óánægjan kraumaði víðar undir niðri. Það hrikti í stoðum ríkisstjórnarinnar þegar ráðherrar Alþýðubandalags lýstu sig óbundna í málinu og enn ekki séð fyrir endan á því. Ég óttast að Jón Sigurðsson sé að stofna stjórnarsamstarfinu verulega hættu og mér þykir það aðalegt. Og stjórn Landsvirkjunar lýsti yfir því að hún hefði ekki verið með í undirbúningi orkuverðssamninga og að mikið starf væri óunnið. Hún skipaði 3 manna nefnd sem enn að störfum sem meðal annars gerði út allar vonir að frumvarp nýtt álver yrði samþykkt á Alþingi fyrir áramót. Talið að 30 til 50.000 lítrar af svartolíu hafi farið í sjóinn við Laugarnes í haust þegar verið var að dæla olíu úr rússnesku flutningaskipi. Olíuflekkurinn breyttist út Viðeyjarsund og mengaði fjörur. Fuglinn fór ekki varhlut af þessu og í húsdýragarðinum í Laugardal var komið upp athvarfi fyrir olíublauta fugla. Skömmu síðar kom lekjaði leiðslu sem liggur frá birgðastöðinni í Örfirisey þegar verið var að afferma olíuflutningaskip þar. Ekki hlaust þó mikil mengun af í þetta skipti enda verið að dæla 98 áttana bensíni sem gufar fljóttu. Knattspyrnuleikur Barcelona og Fram í október fékk óvænta eftirmála strípalingur hljópinn á völlinn í lok fyrri hálfleiks. Maður þessi hefur áður gert usla á Laugardalsvellinum og reyndar víðar borgina. Hópur lögreglumanna var á vellinum þegar atviki átti sér stað en lögreglan hafði sína skýringu á því hvers vegna hann hefði sloppið inn á völlin. Það ekki neitt að grípa, maðurinn ber og þetta skeiði bara í einni andrá að maðurinn kemst inn á völl. Mönnum var tíðrætt erfiðleika í fiskeldi á árinu en mánaðamóti nóvember-desember birtist ný skuggahljóð þessara greinar þegar tæplega 5 tonna sjálfdauðum eldisfiski sem hafði verið dæmdur óhæfu til vinnslu hvarf úr frystigeymslu í Hafnarfirði. Heilbrigðiseftirlit og hollustuvernd töldu sig að hafa fundið 1 tonn af þessari skemmdu vöru en afgangurinn var ófundinn þegar síðast fréttist. Hér á Öskuhaugunum í Gufunesi heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur að farga tæpum 600 kílóum af þeim laxi sem hvarf úr frystigeymslum í Hafnarfirði fyrir helgina. Laxinn fannst í Reykhúsi í Reykjavík, hann verður ekki reyktur, heldur grafinn í Gufunesi. En þótt erfiðleikar hafi verið í fiskeldi á árinu, á eldu þó sína vænuhliðar eins og fréttamaður sjónvarps Sannreynd á Suðurnesju. Þetta er ekki smá smiði, svona stærði Grímseyjarlaxinn, tæp 50 pund. Við erum hér við kvíarnar hjá Íslandslaxi, sögðum við sjó. Ég veit ekki hvort ég held þetta helvít útlengur og gefa hann lífvara. Á haustmánuðum var deilt það hvort bankar hefðu staðið sér sem skildu og lækkað vexti í anda þjóðarsáttar, en vextir hafa farið nokkuð upp á við síðari hluta ársins. Hörðustu viðbrögðin komum frá Dagsbrún sem tók út sjóði sína úr Íslandsbanka og flutti í aðrar peningastofnanir. Í október gerðu stjórnarandstæðingar harða hríðar ríkisstjórninni vegna bráðabirgðalagana. Forsætisráðherra sagði þá á Alþingi. Ég sé ekki mun á því þótt Alþingi hefði sett þessi lög. Að þegar búið að ganga skuggum það að tryggt fylgi fyrir þessum lögum. Sjálfstæðismenn gagnrýndu þessi ummæli forsætisráðherra mjög. Andstaða 3 stjórnarliða við staðfestingarfrumvarpið þýddi að það fjalli á jöfnu í neðri deild, þar sem kvennalisti var andvígur frumvarpinu og þingflokkur sjálfstæðismanna lýsti yfir andstöðu við það. Þessi samþykkt sjálfstæðismanna kallaði fram hörð viðbrögð VFS-manna. Við höfum ætlast til þess, við höfum vonað það og við höfum reynda treyst í að sjálfstæðisflokkurinn stæði með okkur en ekki á móti okkur í þeirri viðleitni okkar að hverfa frá þeirri óstjórn efnahagsmála sem svo lengi hefur hrjáð þessa þjóð. Forsætisráðherra undirbjóð þingrof og kosningar þegar fyrir lá að ríkisstjórnin kæmi bráðabirgðalögunum ekki gegnum neðri deild. Áður en til þessa kom snerist einum 3 stjórnarliða sem víst hafði andstöðu sinum við frumvarpið hugur. Þá hefur mér vist að þar væru mjög alvarlegir hlutir á ferðinni sem gætu valdið því að hér yrðu meiri háttar óhöpp í samfélaginu.
Síðar sama dag ræddi þingflokkur Sjálfstæðisflokksins málið að nýju. Eftir fundinn kom í ljós að einhugur ríkti ekki þrátt fyrir yfirlýsingar annað. Ég hef sagt það að ég hef sagt einum og mikið varðandi afstöðu sumra þeirra sem voru fjarverandi á fundinum. Það er rétt. En ríkisstjórnin veit að hún er í vondum málum. Fólkið veit alveg að það var forsætisráðherrann og fjármálaráðherrann sem sömdu við BHM. Fólkið veit að það voru þessir aðilar sem sviku BHM. Fólkið veit að það voru þessir aðilar sem ætluðu ekki að fara fyrir félagsdómi málið, töpuðu þar, höfðu áður lýst því yfir, það er ekki sett lög á dómin, sviku það líka, þannig fólki veit nákvæmlega hvernig málið stendur og við hefðum óhrættir gengið að fund með kjósendur með þetta mál. Þegar málið kom til atkvæðagreiðslu á Alþingi í desember var niðurstaðan sú að 4 þingmenn Sjálfstæðisflokks sátu hjá, auk 2 stjórnarliða, þannig að bráðabirgðalögin áttu greiða leið í gegnum þingið. Það hlýtur að teljast mikil mildi að mennirnir sem brotlentu þessari vél á Öxnadalsheiði í sumar skyldu sleppa lifandi. Flugmaðurinn sem var á norðurleið hugðist snúa við þegar hann kom í mikla þoku í Öxnadal. Þá vildi ekki betur til en svo að annar vængurinn rakst í jörðu með fyrrgreindum afleiðingum. Alls létust 57 Íslendingar af slysförum á árinu, þar af 7 erlendis. 12 fórust í sjóslysum eða drukknuðu í ám og vötnum, 28 týndu líf í umferðarslysum, 4 létust í flugslysum og 13 fórust í ýmsum öðrum slysum. Hátt á annað 100 milljóna króna tjón varð á Landssímahúsinu við Austurvöll í lok nóvember þegar mikill eldur kom upp í húsinu en talið er að hann hafi kviknað út frá vinnuljósum á þaki. Engin slys urðu á fólki en truflanir urðu á símasambandi innanlands og til útlanda fram eftir degi. Prófkjör og skoðanakannanir vegna alþingiskosninganna á vori komanda settu svip sinn á þjóðlífið undir lok ársins. Þá varð ljóst að allmargir þingmenn gef ekki kost á sér til endurkjörs og eins þurftu nokkrir þingmenn að bíti það súra epli að falla í prófkjöri. Þannig sætti Guðmundur G. Þórarinsson, alþingismaður Framsóknarmanni í Reykjavík, sig ekki við að lendi í öðru sæti og eftir Finni Ingólfssyni aðstoðarmanni heilbrigðisráðherra. Þetta er ekkert prófkjör. Þetta eru miklu nær því að vera vinnubrögð eins og við þekkjum helst frá báðaflokkum í Chicago. Niðurstöðunni hjá Framsóknarmönnum í Reykjavík varð hins vegar ekki hnekkt og hefur Guðmundur í hyggju sér framboð undir listabókstafnum BB. Stríð stendur einnig framboðsmál Alþýðubandalagsins í Reykjavík sem í hnotskurn endurspeglar þau pólitísku átök sem átt hafa sér stað milli ABR og birtingarfélaga í Reykjavík. Í prófkjöri sjálfstæðismanna í Reykjavík náði Davíð Oddsson borgarstjóri og varaformaður flokksins öruggri kosningu í fyrsta sæti framboðslista flokksins. Gamall mótherji Davíðs og borgarpólitíkinni, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, varð hlutskörpust í forvali kvennalistans fyrsta sæti í höfuðborginni en ekki hefur verið gengið frá framboðslista Alþýðuflokksins í Reykjavík. Þar losnaði eitt sæti þegar að viðskipta- og iðnaðarráðherra flutti sig yfir í Reykjaneskjördæmi. Þar stemdi í harðan prófkjörslag hjá Krötum en máli var leyst innan flokks. Varð úr að Jón Sigurðsson ráðherra skipaði fyrsta sætið á listanum. Ungur íslenskur fiðluleikari Sigrún Eðvaldsdóttir varð í 3. sæti í Sibeliusarkeppninni í Finnlandi í desember. Þetta er alþjóðleg keppni einleikara á fiðlu og var viðureignin ströng því 41 fiðluleikari víðað úr heiminum var skráður í keppnina. Þegar ég komst núna í fænalinn og var að spila þessa tónleika, þá bara verður maður að gleyma öllu sem hún búin að læra og bara fara upp á svið og spila, bara búa til músík. Miðjan desember kom heim síðasti Íslendingurinn, Gísli Sigurðsson, læknir, sem varð innlyksa vegna innrásar Íraka í Kúveit. Fjölmiðlar fylgdust grannt með máli Gísla þá 5 mánuði sem honum var haldið föngnum og það var mikil gleðistund þegar hann kom heim reynslunni ríkari. Framkoma Íraka gagnvart Kúveitum var meðal þess sem Gísli fjallaði í viðtali hér í sjónvarpinu. Hvernig þeir leyfðu sér að koma fram við fólki sem að er hersetið og þeir eru búin að ná öllum undirtökum í landinu og hvernig þeir gáttu leyft sér mánuðum eftir valdatökuna að meðhandla það eins og hunda. Stór aukning varð á árinu á ferðum Íslendinga til Bretlands til þess að leita lausnar á frjósemisvandamálum. Undirbúningur glasafrjókunaraðgerða á Landspítalanum er nú í fullum gangi og þess skammt að bíða að fyrstu aðgerðirnar verði framkvæmdar hér. Í desember bættust 3 stæðilegir piltar í hóp íslenska glasabarna og var móðurinn alsæl með þessa myndarlegu jólagjöf.
Mér finnst bara samt jólin vera búin. Mér finnst það hafi verið í gær. Fekk bara stærstu og yndislegustu jólagjafir sem ég nokkuð tíðan fengið. Við látum þessa hraustlegu Grundfirðinga eiga síðasta orðið í yfirliti yfir fréttir ársins 1990 af innlendum vettvangi. Ekki gera þetta áður? Já. Núna áður? Já. Það setja þetta að fara með það. Eða fyrir vekkum. Með það.